Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Komið sæl, við erum komin með fréttaritara okkar í París á línuna. Rauða borðið í París, við það situr Einar Már Jónsson, sagnfræðingur og rithöfundur, fyrrum kennari í Sorbonne háskóla og komdu blessaður og sæll. Komdu blessuð. Takk fyrir að koma hérna að Rauða borðinu og ræða eiginlega vandræðamál sem vinstri pólitík í heiminum í dag. Ég ætla eiginlega að byrja á því að við fengum að tala við þig eftir kosningarnar í Frakklandi og þegar það var mynduð þessi breiðfylking vinstri flokkana og síðan fréttum við nú eftir kosningarnar hjá þér að það hefði eitthvað svona aðeins byrjað að riðlast til þessi samstaða en mér langaði núna til að heyra í þér bara hver staðan á þessari breiðfylkingu og að því að til dæmis á Íslandi núna það svo, og kannski heiminum virkilega þörf á því að mynda eða vinstri pólitíkin endurnýi sig og endurnýi erindi sitt þar sem svo svakaleg hægri sveifla í pólitíkinni. Má ekki segja það? Vissulega má segja það og það eina sem hægt að segja vinstri fylkingun í Frakklandi er svo að hún ekki lengur til. Þetta var mikið kraftaverk sem enginn bjóst við þegar vinstri flokkarnir gerðu þetta bandalag fyrir kosningarnar síðast og sameiginlegt prógram þar að auki og það var ástæðan fyrir þessum sigri sem þeir unnu þá. Svo að sjá að Macron hafi alls ekki búist við þessu. Þess vegna hafa farið út í kosningarna. Hann bjóst við því að vinstri menn myndu ganga sundraði til kosningarna eins og allt benti til. Og svo náðu sem sagt þessu sambandi, gerðu bandalag og sameiginlega stefnuskrá. Þess vegna unnu þeir mikinn sigur og Macron beið mjög mikinn ósigur þetta hefur. En sigur vinstri flokkana var þó ekki nógu stór til þess að fengja meirihluta. Nú staðan, einhver svona pattstaða í franska þinginu, það eru þrjár fylkingar, svona það bil jafnstórar og enginn getur haft hreinan meirihluta. En vinstri fylkingin, hún sundraðist mjög fljótlega og það er nú engar horfur á því að hún geti myndast aftur og vinstri flokkarnir geti náð saman. En þú varst að segja mér að til dæmis Palestínu, þessi þjóðarmorði í Palestínu, að það reyndist þessari vinstri breiðfylkingu eða bara samstarfi á vinstrivængrum erfitt að taka afstöðu. Það einn þátturinn, en það nú bara hluti af málinu. Þannig eru 3 flokkar vinstra megin, það eru umhverfissinnar, sósíalistar, 4 reyndar, sósíalistar, flokkur Mélenchons og svo kommunistar. Og það er mikil óánægja í garð Mélenchons. Mélenchon er orðinn eins konar dragbítur á vinstrimönnum. All hans stefna miðast að því að verða frambjóðandi vinstrimanna í næstu forsetakosningum og þá það í kannski 3. skipti sem hann frambjóðandi vinstrimanna og hann gerir flokkin eiginlega tæki fyrir sig og þess vegna og það mikið kvartað út af því flokknum að hann drottni yfir honum og allir sem að séu honum einhver liti ósammála að verða hrökklast og flokknum eða séu hreinlega reknir og brott. En Mélenchon er orðinn mjög óvinsæll, þannig að ef hann getur kannski boðið sig fram, það er alveg opinn möguleiki, en hann mun aldrei ná kosningum. Það er náttúrulega algjörlega andstæða. Það hugsa ég ekki, það er andstæða mikil gegn honum, hann er orðinn óvinsæll. Nú, þetta er eitt að því að hinir vinstri flokkarnir hafa dálítið skömm á Mélenchon og hans eigin flokki. Svo er það eitt sem verður að taka tillit til. Markalínan milli vinstri og hægri hefur stöðugt verið að færast til hægri undanförnu. Það er að segja að
menn sem áður sem boða sem sagt einhverja sósíaldemókratíska stefnu sem áður hefði verið talin eðlileg. Þessi menn nú taldir vera eins og róttæklingar áður fyrir, bara einhverjir ruglaðir ofstækismenn. Og þannig þessi stimpill hefur komið á flokk Melanchons sem nú ekki mikið meira í stefnu sem heldur sósíaldemókratar áður fyrir. Nú, svo þetta þannig að menn hafa einhvern veginn fengið skömm á honum og það rárist gegn honum. Það búið að koma á hann þessum stimpli að hann sé eiginlega róttæklingur eins og menn töluðu máista áður fyrir. Svo það gamli allir rígur milli sósíalista og flokks Melanchons til vinstri. Sósíalistar hafa alltaf reynt að forðast það sem á hverjum tíma hefur verið kallað ofstæki. Og þess vegna vilja þeir forðast þessa stefnu Melanchons. Svo það enn annað. Melanchon hefur verið harður í gagnrýni sinni á framkomu Ísraelsmanna í Gaza og kannski tekið dálítið stórt upp í einstaka sinnu. Sósíalistar hafa þá byggjað þeirri gömlu hefð að styðja við Ísraelsmenn. Þess vegna alltaf verið að kenna Melanchon við gyðingahatur. Hann kallaði þessi flokkur hans bara kallaði flokkur gyðingahatara. En þó sósíalistar í vondri stöðu að sjálfsögðu þessu leyti vegna þessa vinstri bandalags þá fengu þeir miklu fleiri þingmenn en þeir hefðu annars fengið. Og svo náttúrulega eru umhverfisverndarsinnar. Það vill svo til að þessi mál ekki á dagskrá eins og heimurinn núna ástandi í heiminum, þá eru menn eiginlega búin að gleyma umhverfismálum. Þau alls ekki á dagskrá og mennum finnast eiginlega einhvers konar óþarfi. Það búið að líka, nú mjög harður áróður allstaðar í heiminum gegn umhverfisvernd. Og maður sér það á netinu alltaf stöðugt vera að ráðast á þá og það eiginlega búin að koma einhverju þeim stimpli á að allt sem að stuðlar að því að vernda náttúruna sé til að gera alþýðunni verð fyrir, gera lífi hennar erfiðara. Og þess vegna hefur þessi umhverfis sinna flokkur sem var stór og tímabili, hann hefur minnkað mikið, dregist saman. En einhver leyti hefði verið, finnst manni þá ákjósanlegt að þessi breiðfylking hefði haldið áfram vegna þess að þá eru raunverulega mismunandi áherslur í hverjum flokki? Já, það vissulega var þörf á því En það Svo einhverjar ekki alltaf deilur milli smákónga og annað. Já. En ég held eiginlega að rótin sé dýpri og það er uppgjörið við frjálshyggjuna. Menn að tala alls kyns vandamál, en þessi vandamál sem nú koma eru bara angi út úr einum stórum atburði sem var kölluð bylting frjálshyggjunar og ég tala byltingu frjálshyggjunar því það gera frjálshyggjumenn sjálfur og alveg réttilega. Í raun og veru væri sigur frjálshyggjunnar á sínum tíma jafn mikil tíðindi eins og stór styrjöld myndi vera. Þetta eru gjörsamleg umbylting og menn verða að gera sér fulla grein fyrir því ef þau vilja skoða heiminn í dag. Það sem gerðist á þeim tíma, það var algjör breyting á hugarfari í stjórnmálum. Fyrir byltingu frjálshyggjunnar litu menn á allstaðar að tilgangur ríkisstjórnar og verkefni hennar væri að tryggja velferð fyrir almenning. Með einhverju móti, menn gátu verið ósammála hvers konar velferð það var, hvað þyrfti að gera, en allir voru sammála það að ríkisstjórn hefði það fyrst og fremst að tilgangi að tryggja velferð manna. Svo urðu risastór umskipti.
hugmyndum velferð almennings varð að víkja. Í staðinn kom önnur hugmynd og sem var svo að hlutverk ríkisstjórnar væri það að tryggja gróða fyrir fáeina menn og sem sagt að ríkisstjórn átti ekki þá velferð, hún átti að vera business friendly með öllu sem því tilheyrði. Og þá sem sagt, og þá þótti það að lensa að búa í haginn fyrir fáeina auðkýfinga sem sagt þá sem voru þannig staddir og þannig gerðir að þeir vildu hala inn peninga sem allra mest og hugsuðu bara peninga. Og þá sem sagt og það gat ekki verið öðruvísi en á kostnað almennings. Og þetta business friendly viðhorf, það leiddi til dæmis til þess að afhenda auðkýfingum eignir almennings. Það heitir að engavæða allt sem nokkur leið var að engavæða og gefa mönnum til að hafa sem féþúfur. Alls var stefnt að engavæðingu alls sem áður var talið eðlilegt að stjórnvöld innu fyrir. Og þá það til dæmis að samgöngur tæki voru engavædd, bankar engavædd, fósturinn engavæddur og svoleiðis og það fór líka að það var alveg öllu reglum breytt, það var bara hugsað það hafa þetta allt saman af féþúfu. Og þessu fylgdi líka að sem sé að draga úr allri almennri þjónustu. Ef ekki var hægt að engavæða hana, þá átti eiginlega að skera hana sem allra mest niður. Þetta sést allstaðar, til dæmis í því hvernig farið í Frakklandi og kannski á Íslandi líka með skólakerfi, heilbrigðiskerfi, samgöngur og allt slíkt. Núna sér maður það að þegar maður gengur götur Parísar á víða á skólabyggingum eru festum spjöld þar sem verið að mótmæla niðurskurði, mótmæla því að bekkjum sé fækkað, kennurum fækkað. Og þetta virðist vera allt land og það er ófremdar ástand í sjúkrahúsum, mjög mikið. Heilbrigðiskerfið í molum af því það er alltaf verið að spara. Það var talað það að vera allt of mörg sjúkrarúm í Frakklandi, það þyrfti að fækka þeim og jafnvel á tímum COVID faraldursins, þá var verið að tala að það þyrfti að fækka sjúkrarúmum. Þetta er kjarni málsins í þessi ástand og það kemur af einni einustu rót, það er sem sagt þessi sigur frjálshyggjunnar sem byrjaði í Bandaríkjunum og Englandi hjá Engilsaxnöst með Reagan og Thatcher og hefur svo haldið áfram eins og einhvers konar tsunami yfir allan heim. Þetta er allt af sömu ástæðu út af því þessari peningadýrkun og út af því að gera allan heiminn einhvers konar veiðilandi fyrir auðkýfinga. Nú sér maður það að auður fáeinna manna eykst alveg rosalega, menn stundum að birta tölur yfir það í blöðum. Hvernig á fáum árum hefur þetta auður þeirra aukist og svo hvernig þannig tekjur einstakra manna, þegar nefndir einstakri menn, hvernig tekjur þeirra var rosalega hækkað. Þetta er allt saman á kosta almennings og þetta heldur áfram. Og það er ekki fyrir menn horfa á vandamálið í heild og sjá að kjarni málsins er að berja niður frjálshyggjuna, losna við að taka upp aftur þessi fornu gildi að hlutverk stjórnar sé að halda uppi velferð fyrir almenning en ekki hygla einhverjum aurasjúkum og eigingjörnum auðkýfingum. En þetta er allt saman í einni heild sem má vera að skoða það, en það hefur alveg vinstrimönnum hefur alveg mistekist að benda á þetta og líka sem sagt að setja í stað fyrir að menn að tala að það hafa orðið einhverja breytingar í Bandaríkjunum hjá Reagan og í Englandi hjá Thatcher. Þetta er miklu stærra fyrirbæri en svo. Og þetta finnst mér vera kjarni málsins. Já, þetta er kjarni málsins og einhvern veginn eins og þú segir vinstri
pólitíkin hefur mistekist einhvern veginn að átta sig á þessu heildarsamhengi og ráðast að rótum vandans. Setja þetta á oddinn. Þess vegna kemur þessi gagnrýni almennings oft. Vinstri menn aldrei að tala það sem skiptir mestu máli fyrir almenning. Það sem skiptir máli fyrir almenning, til dæmis hvernig kjör hafa minnkað að versnað og hvernig verðhækkanir og hvað eina og sömuleiðis heilbrigðismál, skólakerfi og allt það. Og svo líka til hvernig póstþjónustan hefur stórlega versnað. Það ekki búið að einkavæða hana allan, það verða undirbúa einkavæðingu. Sömuleiðis með samgöngukerfi, það verið að undirbúa algjöra einkavæðingu. Fyrir nokkrum árum voru hraðbrautirnar einkavæddar og þessi einkavæðing hefur fengið afskaplega vonda dóma hjá öllum. Það er talað hvernig þetta hefur versnað, kostnaðurinn eykst, það þarf að borga meira og svo líka hvernig ríkið hefur tapað rosalega miklum peningum við þetta. Menn segja að þetta var mjög illa gert, þessi einkavæðing. Það var ríkið samdi af sér, en í raun og veru samdi það ekki af sér. Tilgangur var sá einn að færa þessar hraðbrautir í hendur auðkýfinga svo þau getur halast inn gróða. Það er talað það að hluthafar í þessum hraðbrautum hafi grætt 30 milljarða og það eru 30 milljarðar sem ríkið hefur farið á mis við. Og út af þessu alltaf verið að tala einhverja skuldir, ríkisins að vandamál Frakklands einhverja skuldir, en eins og menn segja, taka ekki peningana þar sem þeir eru hjá auðkýfingunum, þeir fá alltaf skattaívilnanir og sömuleiðis þessar skuldir eru þessu leyti söku ríkisins sem fór að einkavæða ef þeir hefðu fengið 30 milljarða sem runnu í vasa hluthafa, þá væri skuldurnar miklu minni núna. En þannig að það er raunverulega þegar að vinstri pólitík að raunverulega reyna að lappa upp á kerfi sem handónýtt, raunverulega alltaf á forsendum þessara nýfrjálshyggju, þú veist, og átt ekki á þessari byltingu sem varð og það var að verði raunverulega algjörlega afnema þetta kerfi og fara yfir í annað kerfi. Það verður að berjast gegn því fyrst og fremst. Aðalatriðið að berjast gegn frjálshyggjunni, senda hann aftur til föðurhúsanna. En það kannski, þá kemur þetta með vinsældirnar að kannski þeir vinstri flokkar sem að tala algjört afnám frjálshyggjunnar verða óvinsælir og það kannski eitthvað líka og þarna kemur að það að fjölmiðlarnir hafa líka verið meirihluta einkavæddir og svo það háskóla fólk sem hefur kannski ekki verið nógu vakandi fyrir því að hjálpa þá vinstri pólitíkin endurnýja orðræðuna. Það er alveg rétt, það vantar mikið. Í Frakklandi náttúrulega frábærir fjölmiðlar, það eru blöð eins og Le Monde og Libération sem afskaplega góði fjölmiðlar, en auðkýfingar hafa sölsað undir sig stórum hluta af öðrum fjölmiðlum. Það er fáeinir auðkýfingar svo Bolloré einn af þeim sem á útvarpsstöðvar, sjónvarpsstöðvar og blöð og núna það var mikið hvellur út á því þegar hann keypti sunnudagsblað sem var mjög vinsælt sem að menn lásu mjög gjarnan og leið og þegar hafa búin að kaupa það, þá voru eiginlega flestir blaðamenn við reknir að þeir fóru hrökkluðu spurtu og nú þetta bara orðið að málgagni fyrir Bolloré og hann verkmið hans eiginlega að koma Le Pen til valda. Eða hann stundum reyndar fyrst Zemmour sem var enn lengra til hægri en Marine Le Pen, en hann fór háðulega út úr forsetakosningunum. En það sem kannski jafnvel þótt að séu til, góðir fjölmiðlar og ríkisfjölmiðlar og bara, faglegir, þá virðist vera eins og dagskrárvaldið sé enga síður hjá nýfrjálshyggjunni. Það er eins og stundum eins og einhvern veginn vinstra fólk sé alltaf eins og að svara fyrir sig eða réttlæta eða einhvern veginn. Það er alveg rétt,
svo bætist annað við og það netið. Og það vettvangur fyrir annað sem kannski ennþá verra, það eru samsæriskenningarnar. Að það flæða yfir netið, samsæriskenningar. Og ég orðið var við, það alveg ótrúlegt hvaða áhrif það getur haft. Sko. Þeir sem eru lengst til hægri í Frakklandi eru gjarnan pútínistar líka. Þeir fylgja Rússum að máli í stríðinu gegn Úkraínu. Það alveg ömurlegt að heyra þann málflutning sko, sem ég orðið var við það og heyrt það sjálfur. En er það ekki líka þannig að sumt vinstri fólk eru orðin trumpistar? Það einhver þarna umpólun sem hefur orðið? Ég veit ekki hvort það vinstri fólk, en hægri menn eru gjarnan trumpistar líka. Sko. Þeir geta verið, það svona bæði að þeir styðji Pútín og þeir styðji Trump og voru afskaplega ánægðir þegar Trump virtist vera komin á band Pútíns. En raunverulega, samkvæmt þínum svona skólabókum, þá ekki vinstri pólitík og vinstri hugsun kannski í grunninn á móti slíku svona einræðistilburðum, sko, eins og má segja einkenni bæði þá trumpismann og pútínismann. Jú, vinstri menn náttúrulega algjörlega á móti Trump og yfirleitt eru þeir náttúrulega á móti Pútín líka. Reyndar eru einstaka mammútskálfar vinstri sinnaðir sem eru skriðnir upp úr freðmýrum kalda stríðsins sem eru að styðja Trump, en það nú afskaplega hjárófa. Það eru menn sem líta svo á að NATO og Bandaríkin séu upphaf alls ills í heiminum. En sko, það þannig, til dæmis eins og á Íslandi, þegar kannski hugsunin kemur núna það vanti svona málsvara vinstri pólitíkur á Alþingi, í stjórnarandstöðunni jafnvel, og að það sé bara vinstri hreyfingar séu meira og minna strókast út af kortinu og það eigi mjög erfitt uppdráttar og það sem kannski gerir þessu vinstra fólki á Íslandi erfitt fyrir kannski ekki svo mikið eins og þú segir í Frakklandi, til dæmis þetta hræðslan með að vera kallaðir gyðingahattarar í afstöðu sinni til Palestínu, hér kom upp Vogue-umræðan, það koma samt upp alls konar svona hvað það, svona deiluatriði sem að maður skilur stundum ekki alveg upprunan, eins og til dæmis kannski það gamalt andstæðan við vinstri eða menntaelítu og eða stilla því sem sagt menntaelítunni gegn að menntaelítan og vinstriflokkurinn hafi yfirgefið verkalýðsstéttina. Það eitt dæmið og svo það Vogue-umræðan og svörtulistarnir og rétthugsunin og það eru svona nokkur mál sem að bara reyna skreinlega vinstri hugsuninni eða vinstri hreyfingunni á Íslandi erfið. Og ég held að þetta muni vera ein afleiðing af því hvernig þessi markalína milli vinstri og hægri hefur færst langt til hægri, sko. Það sem áður hefði þótt eðlileg vinstri stefna nú mörgum talið bara einhver óskaplegar öfgar. Og það eitt og svo náttúrulega það að vinstri menntamenn hafa oft verið að fara yfir á svið sem að almenningur sér ekkert sem neitt vandamál og hefur ekki áhuga á. Þessi Vogue-umræða nú hreinlega mannskemmandi. Þetta byrjaði afskaplega vel, það voru sem sagt Vogue var það að hafa tilfinningu fyrir vandamáli sem náttúrulega fyrst og fremst í Bandaríkjum, það meðferðin á svertingjum og það var afskaplega jákvætt, sko. Svo fór þetta eins og gerist meðal vinstri manna, það fór alltaf út í meiri og meiri öfgar og fáránlegri. Og að núna svo komið það veit enginn hvað orðið Vogue þýðir. Hægri menn nota það yfir allt sem þeim illa við, hvað sem það svo og setja ofta á oddinn
það sem þeim mest illa við og það sem vona eða búast við að muni hneyksla almenning sem allra mest. Og þannig að það ekki nokkur leið með geta það að vera með eða móti vók alveg merkingarlaust nú orðið. Svo finnst það til dæmis þannig að upphaflega vók, þessi stildu vók, þeir vildu taka burtu styttur af stjórnmálamönnum og suðurríkjum Bandaríkjanna sem studdu þrælahald á sínu tíma og út af fyrir sig ekkert við það að athuga ef menn fyndu stytt af Hitler í einhverjum garði í smáþorpi í Þýskalandi, þá myndi menn vera fljótir að taka hana burtu. En svo fóru þeir alltaf að ganga lengra og lengra og ef kannski einhver maður sem var ekki á nokkurn hátt fylgjandi þrælahaldi öðru hafði einhvern tíma sagt í æsku eitthvað sem að menn gátu mistúlkað, þá þurfti að taka stytturna burt af honum líka, sem tek alltaf lengra og lengra. Þetta minnir mann dálítið á róttæklingunni í Frakklandi eftir 68, þegar hver einn reyndi að ganga lengra en nágranni. Þannig að þetta hefur mjög spilt fyrir. En það ekki líka einmitt bara kannski svo franska byltingi þegar nú alltaf þetta slókan að byltingin éti börnin sín, það að segja... Byltingin étur börnin sín, það má kannski búið í, það voru alltaf tíma. En sem sér, ég kynntist vók persónulega á einn hátt þegar átt að færa upp í Sorbonne forngrískt leikrit sem hefur verið kallað bónarkonurnar á íslensku, en það mjög vond þýðing, það bara rétt að kalla flóttakonurnar. Þetta forna gríska leikrit segir frá því að konur frá Egyptalandi leitaði skjóls í Grikklandi vegna þess að það var gifta þær nauðugar. Og biðlarnir sem að þær voru að flýja koma á eftir þeim með hervald og spurningin í leikritinu svo á að veita þeim skjól í Gríklandi eða ekki á að taka þá hættu að þessi her geri árás og niðurstaðan svo þá að veita þeim skjól. Þetta nú eins mikið á dagsbreyð svo frekast getur verið. Leikstjórinn tók upp þann sið þann hátt annarkvort að mála andlit leikara kvennanna stökkt eða setja stökka grímu til þess að undirstrika það að þær væru komnar að sunnan frá Egyptalandi og þess vegna sennilega aðeins dekkri á lit heldur en Grikki sjálfir. Þetta var til þess að einhvern undarlegt vóklið fór að finna það út að þetta væri sama og blackface í Bandaríkjunum fyrir 100 árum eða meira. Blackface var það þegar menn lituðu á andlitið svart og fór að herma eftir svertingum til að hæra þá. Ég alveg fullviss það að hvorki leikstjórinn né nokkur einasti af leikurunum hafði minnstu hugmynd þetta blackface. En sem sagt, þetta vóklið kom á vettvang og kom í veg fyrir sýninguna. Ég meldi meira að segja beitti eina konu ofbeldi. Þannig að sýningin féll niður. Og þó getur maður sagt að það væri að eins og maður segja grísk leikrit þær höfða undarlega mikið til nútímans og þetta fullkomið dæmi það og virkilega athyglisvert fyrir okkur 2500 árum síðar. En þannig að þetta var mjög ljótt mál og svo þetta ekkert einstæmi, svona kemur fyrir. Þetta endaði það með því að þetta vakti almennan hneykslun og leikriti var sýnt við í Sorbonne í hátíðasalnum að viðstöddu stórmenni. En Einar, þú talar hérna vókliðið og þetta sé svona, já, þetta birtingamynd einhvers konar pólitískra rétthugsunar sem að kannski pínulítið miskilningi byggð virðist manni. Hún gengur alltaf lengra og lengra. Já, en þarna finnst mann þetta líka bara kannski tekið úr samhengi og það fer ekki hjá því að svona aðgerðar sinnar kannski í einhverjum, þarna, ég veit ekki, þarna þetta ekki eins og í stórum hópi, þetta einhver lítill hópur fólk sem tekur sér fram og gætu Þetta er eins og með róttæklingarna í gamla daga, sko, sem að
Sko þeir gengu alltaf lengra og lengra þangað þetta allt saman hrundi niður. En þegar þú segir þetta, þá náttúrulega sko hljómar þú eins og argasti hægri maður eða nýfrjálshyggjumaður sem að gagnrýna bara eins og þú segir heiðarlega vinstri stefnu fyrir að vera öfgafólk sem að gengur alltaf lengra og lengra. Þannig að það vill svo til núna og okkar tímum snýst að þannig að þeir sem eru svona anti-woke, að þeir einhvern veginn snúast á sveif með þeim sem eru bara móti sem sagt því sem að margir telja vera merkingu woke sem bara að vera með mannréttindum. Jú, mikil ósköp. En það að vaða upp og stoppa sýning og leikriti í Sorbonne ekki það að sýna minnihluta hópum samúð. Þá það bara farið út í rugl. Og þetta hefur maður oft séð gert og þetta mjög skaðlegt fyrir vinstrópa. Það sagt svo að eitt vandamál í stjórnmálaflokkum, hverjir sem þeir eru, það að hafa hemil á rugludöllum sem að skaða málstaðinn. Þetta tókst kommunistaflokknum í Frakklandi mjög vel, það reyndar var erfitt og kannski fór þetta út í illt. En þetta ástæðan fyrir því hvað kommunistaflokkur var áhrifamikill og hvað hann leiddi margt af sér sem að teljast mjög gott. Þetta dæmið þetta gríska leikrit og sem sýninguna sem var stoppuð, þann dæmið það hvernig þetta fer út í öfgar og þetta gefur bara afturhaldsmönnum vopn upp í hendurnar. Já, en má ég þá segja eitt? Segjum sem svo að vinstri flokkur ætla að fara að fordæmi franska kommunistaflokksins og hafa hemil á rugludöllum og þá kannski líka beinast við að úthýsa woke, eins og þú segir, þessu woke-liði. Nei, ekki úthýsa því, alls ekki, segjum það bara binda það við það sem var upphaf þess. Já, en ég meina, þetta ekki á endanum rugludallar, það ekki hægt að setja woke-stimpilinn á þá eða rugludallar eru bara þeir sem að raunverulega ekki eru kannski bara að vinna mannréttindum og vinstri hugsjóninni mein í staðinn fyrir að vera vinnunni bót á einhvern hátt. Já, það vissulega rétt, sko. Og það kannski þessir menn fá hægri mönnum vopn upp í hendurnar. Já. En þess að segja, menn segja að vinstri menn eigi að halda sig við það sem að almenningur hefur mestan áhuga á og vissulega í leiðinni að halda upp í vörnum fyrir minnhlutahópa. Það eitt kemur ekki veg fyrir annað. Það þarf að gera það. Til dæmis að það alveg sjálfsagt líka að halda upp í vörnum fyrir innflytjendur kannski frá Norður-Afríku sem í úthverfum Parísar. Það alveg sjálfsagt og eðlilegt og vinna á móti einkum og sérilegi á móti þessu útlendingahatri sem einkennir þetta fólk sem uttalega til hægri eins og í flokki Marine Le Pen. En núna virðast margir sem að stefna á sigur í stjórnmálum horfa dálítið til, ég veit ekki, horfa til dæmis til Trumps, hvernig hann, þóttir sé ekkert sammála hann stefnaði, bara hvernig hann gat unnið þennan sigur og það mér finnst stundum eins og hjá vinstri fólki sé komið svona hugsun að hvernig á að höfða til sem flestra, sem kallast það ekki populismi svona? Hann mjög sér á báti. Hann sem sagt, hann bandarískur stjórnmálamaður. Þar ástandið gjör ólíkt því sem nokkur staðar í Evrópu. Og það náttúrulega, að því virðist, þá komin svo mikill klofningur milli þessara hægri manna repúblikara sem studdu Trump og manna sem vinstri lengra sem eru til vinstri. Svo mikill klofningur að ég hef lesið í blöðum að einstaka menntamenn óttast að ef að svona heldur áfram geti bara hlotið þátt í borgarastrík. Þessum halda menn fram í alvöru og leiða ýmis rök að því. Þetta til dæmis þegar að menn eru farnir að ímynda sér það, hægra megin á sviðinu, að Trump hafi raunverulega unnið
þegar að sko Biden var kjörinn forseti, kosningunum hefðu verið falsaðar. Þetta náttúrulega sko næri ekki nokkurri átt. Þegar svona ranghugmyndir að festa rætur og menn eiginlega byggja sína stjórnmálaskoðanir á slíkum þyrrum. En má ég spyrja mig svona ekki til, ég held að þetta geti alls ekki komist upp í Evrópu, sko, eins og málum standa núna, að þessi bandaríska ástand alveg bundið við Bandaríkin, og ég held líka að þessar vók umræður sé þó fyrst og fremst í Bandaríkjum. Þessi slaufunar menning, svo að kalla það, hún hefur tíðkast í bandarískum háskólum. Hún kemur aldrei fyrir hér, sko. Þessi slaufunar menning bara lítið, ef hún annað borð til, þá hún mjög lítil fjölug. Hún hefur verið til í Bandaríkjum og til en ekki hér. Þannig að menn vega umfram allt ekki vera að miða við bandaríkstjórnmál. Má ekki gleyma því, sko, að Bandaríkin eru allir morkin út af þessu kynþáttavandamáli. Þetta er óleysanlegt vandamál, og það sem svo svakalegt að það ég trúi því bara menn standi bargarlausir gagnvart því, sko. Þetta er svo hrikalegt vandamál, og til dæmis þarna ástæðan fyrir því að þetta æsa Bandaríkjamenn upp á móti sjúkrasamlagi og einhverju slíkri umhyggju fyrir velferð almennings, það er svo að þeir halda að það sé aðeins svertingjar sem að njóti góðs af því. Svertingjar lífi í iðjuleysi á kostnað hvítra skattgreiðenda. Og þetta er alveg sér bandarískt ástand, og þá umfram allt ekki að flytja þetta inn. Þessar umræður í Evrópu að miklu leyti innflutningur frá Bandaríkjunum, sem menn eiga bara, þetta eru innflutningsvörur sem menn eiga að setja trúmpiska skatta á. Já, ég myndi nú svona, ég myndi nú svona setja örlitla athugasemd við notkun þína á orðinu svertingi, en við látum það líka milli hluta. Það er bara gott og gilt orð í íslensku. Já, þú ert búin að búa í svo mörg ár í Frakklandi, en ég ætla að segja eitt, sko, að við flytjum ýmislegt frá Bandaríkjunum, eins og þessa andúð á einhverju innra átökum háskólana, en sko, ég veit ekki hvort við flytjum inn rasisman líka, og svo þessar líka núna andúð gegn mennta, raunverulega að búa, ímynda sér að það sé einhver, sko, eitthvað stríða milli mentafólks og almennings, sko, er það stríð, það hefur ekki náð fótfestu í Frakklandi eða hvað, sko? Sko, sjá til, ég held ég athugasemdir við það að við séum að flytja inn kynþáttahatur, það er bandarískt, það er ekki, en það verður að flytja inn pólitík sem grundvallast upprunalega í Bandaríkjunum á kynþáttahatur, sko. Það er að segja að þessi andúða gegn til dæmis sjúkrasamlagi, hún líka til í Evrópu, en það er ekki byggist ekki á kynþáttahatri hér á meginlandinu, sko. Það er ekki, en svona er þetta að ýmsar, ég held að þetta menntamannahatur sem er landlægt í Bandaríkjunum, og menn hafa skrifað þykk sagnfræðirit það er ekki til í Frakklandi. Menn hlæja að einstaka menntamönnum kannski á móti þessum og hinum, en almennt menntamannahatur ekki hendi til fyrir hendi. Nei, þannig að það menn hafa gagnrýnt suma, og það er upp og niður, þetta er öðru tagi. Náttúrulega er menntamannahópur sem kenndur við hverfið Saint-Germain-des í París, náttúrulega menn að gagnrýna hann og svona gera gís að honum, en það er alveg sér fyrir bæri. Menn, sko, miklir rithöfundar og heimspekingar er ekki fyrir neinni andúð í Frakklandi. Þú skrifaði nú stórmerka bók hérna, Maí 68, frásögn, og sem er bara eiginlega ansi ítarleg hérna frásögn, bæði persónulega af þinni reynslu af sem sagt atburðunum í París 1968,
og fræðileg umfjöllun og svo skrifar ég hérna aftast í bókina Annál ársins 1968 í heiminum sem byrjar 2. janúar í Havana sett upp risastór mynd af Ernesto Che Guevara sem hefði verið drepinn í Bólivíu 3 mánuðum áður og svo kemur þetta byrjun janúar platan John Wesley Harding eftir Bob Dylan kemur út og þetta alveg sko stór, skemmtilegur og magnaður Annállum setur margar aðgerðir, samlíkjandi aðgerðir í breytingar hreyfingu svona í samhengi. Væri þú til í að skrifa svona annál núna fyrir 2024 og 5 kannski? Það efast ég nú en sjá til að þessi bók er ekki skrifuð núna, þetta eru aðalega greinar sem birtust í Þjóðviljanum á þessum tíma 68. Ég skrifaði þetta bara eiginlega nánast í götuvíunum, svo má segja. Hitt svo annað mál, þú talar persónulega reynslu. Ég dró dálítið úr henni að skrifa beina persónulegu lýsingu. Ég reyndi að orða þetta þannig að það kæmi ekki beint í ljós að ég hefði verið viðstaddur, þó ég hefði verið viðstaddur. Því að þá var farið að koma svo hugmynd að það ætti að fara í gegnum það sem hefði verið skrifað erlendis atburðina og aðtúa svolítið hverjir hefðu skrifað og kannski þarna gera einhver ráðstafanir gegn þeim, þess að hefna sín á þeim sem höfðu skrifað ástandið. Þannig þetta var komið fram, þannig ég reyndi að draga svona aðeins úr því hvað ég hefði verið viðstaddur. Þetta ekki alveg persónuleg, óblöndu persónuleg reynsla. Nei, en maður finnur samt einmitt fyrir því að þú varst á staðnum, að þetta vitnisburður. Já. Það var meira að talaðu það í blöðum að sendiráðum erlendis hefði gefið fyrirskipunum að fylgjast vandlega með því sem hefði verið skrifað atburðina maí 68 í blöðum erlendis. En núna einmitt vorum við að ræða það hérna við Rauða borðið að á Norðurlöndunum og hérna á Íslandi verið að fylgjast með fólki sem að beitir sér til dæmis í náttúruvernd. Þannig að það svona einhver, ég veit ekki, það einhver hættumerki og svona Jú. Það talað það sko. Það hefur verið, sko menn hafa reynda í Fraklandi, allavega og sennilega víðar, að bendla náttúruvernd og náttúruvernd aðgerðir fyrir náttúruverndar bendlaði fyrir hryðjuverk og kalla náttúruvernd að sinna bara hryðjuverkamenn. Á því hefur borið. Enda hafa þessar aðgerðir náttúruverndun leitt til óerða. Og það nú aðlega vegna þess að lögreglunni hefur miskunnlaust verið sigað á þessa menn. En sér þú fyrir þér Einar Már núna svona rétt í lokinu á þessu spjalli, sér þú fyrir þér að vinstra fólk á Íslandi og bara í heiminum og í Fraklandi sko nái sér sko að fái dagskrárvaldið og geti bara raunverulega sett þetta velferðarkerfi og þessar vinstri hugsjónir á dagskrá og hætti að vera svona mestuleyti í einhvern veginn varnarstöðu og alltaf að svara fyrir eitthvað sem að þessar ásakanir sko, þessar svörtu lista á ásakanir og þessar raunverulega hægri rétthugsun sko sem að alltaf bara dulin. Sko það væri óskanlegt og sennilega þetta eina lausnin. Það eina lausnin núna að reyna að endur uppvekja og endurgera velferðarþjóðfélagið, sko, snúa við þessari gróðadýrkun, peningadýrkun og snúa við því að vera alltaf að styðja við einhverja auðkýfinga og gera peningadýrkuna æðsta gildi lífsins. Það er náttúrulega alveg nauðsynlegt að gera það. Hvort það er hægt, það veit ég ekki. Sko. Núna síðan að frjálshyggjan fór af stað, bylting frjálshyggjar var gerð, þá hafa völd auðkýfinga alltaf verið að aukast. Og þeir hafa verið að styrkja sína stöðu. Alltaf. Og þeir nú fá þeir alltaf stöðut meir og meiri peninga í sinn hlut og það er náttúrulega sko, má ekki gleyma því að frjálshyggjan sem slík var bara tæki auðkýfinga til að gera uppreist gegn
fátæklingum. Það var bylting ríkra gegn fátæklingum. Með þeim var reglað að þessi menn sem gerðu byltingu voru ekki allir ríkir fyrirfram, þetta voru ekki beinlínis ríkir menn, þeir urðu ríkir af því að þeir voru á réttum stað og réttum tíma og kunnu á tökin. Og sem sagt þarna að núna þegar þeir eru búin að ná völdunum, þá getur þeir alveg hafnað frjálshyggjunni, sko. Hún var bara tæki. Þeir geta að losa sig við hana eins og Trump vindur gegn frjálshyggja mörgu leyti, sko. Hún orðin óþarfi, þá maður beita bara grímulausu valdi og koma á hreinni einokun sem blóra við frjálshyggjuna. En hún getur verið betra, þeim getur fundist hún vera betra tæki. En þá líka hægt einmitt að fullur sigur næst þegar að það ekki eins og kennt við hugmyndafræði og láta þess að sé engin hugmyndafræði heldur bara common sense, að það sé bara normið og allt hitt öfgar. Já, mikil ósköp, sko. Þegar það látið líta svo út að takmark lífsins sé það eitt að græða peninga. Einar Már Jónsson, við erum komin að lokum okkar spjalltíma í dag. Ég þakka þér svo hjartanlega fyrir að koma hérna Rauðaborðinu. Þú ert okkar svona fréttarittari í eiginlega vinstri hugsuninni og í París. Þakka þér fyrir sömuleiðis. Og ég vona að við náum sambandi við þig aftur kannski bara núna seinna í vor eða sumar og fylgjumst með það má vera. Framgangi vinstri hreyfingarinnar. Það komið sumar í París, það ekki? Jú. Það eru komin þrumuveður. Þrumuveðrin á Parísarsvæðinu eru aðal vorboðin. Einar Már Jónsson, sagnfræðingur, rithöfundur og fyrrum kennari í Sorbonne háskóla í París og fréttarittari okkar við Rauðaborðið í París. Hjartans þakkir fyrir að koma í spjallið og uppfræða okkur áskoranir og rót vinstri hugsunarinnar. Ég þakka hlustendum áhorfendum fyrir að vera með okkur í spjallinu og Laufey Líndal fyrir að varpa samræðinni með tæknigaldri yfir til ykkar. Við höldum áfram eftir smástund við Rauðaborðið. Kæra þakkir. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.